Það var að dæmi 8 á lokaprófinu í stærðfræði 3 haustið 2012 og við fjáum jaðargildisverkefni. Og við sjáum hérna þetta hér diffurjafnan okkar er bara annars stigs diffurjafnan með fastastöðlum og við þekkjum þessi 3 tilfelli sem gefa okkur lausnina. Við byrjum á að skrifa kennimargliðuna upp. Hún er x í öðru pluss lambda er eftir 0. Þannig sjáum að ræturinn á kennimargliðinu eru x er eftir pluss eða mínus og rótin af mínus lambda. Nú allt eftir hvort þetta eru 2 rauntölur, 1 rauntala eða 2 tvinntölur, þá fáum við mismunandi lausnir og við þurfum að skoða öll tilfelli. Segjum fyrst hérna, ef lambda er tala sem er minni 0, þá er hérna plústalan undir rótinni. Þá er lausnin uppslón eftir a sinnum e í rótin mín, e í veldinu rótin af mínus lambda sinnum t, pluss b sinnum e í mínus rótin af mínus lambda sinnum t. Sér svona. Ok, það að uppslón af uppslón af L er vera 0. Það segir okkar að a sinnum e í rótina mínus lambda sinnum L pluss b sinnum e í rótina mínus lambda sinnum L í mínus á að vera eftir 0. Ok, það gefur okkur bara að einhvern veginn verður þetta hér að vera 0 og við sjáum ekkert út hvaða a og b geta gefið það, þannig að þetta er einhverja tölur. Þannig að við skoðum hitt skilyrði fyrst, segjum ok, uppslón í diffrað í 0 á að vera eftir 0. Þá tökum við diffraðafallið, við diffurum þetta hér, segjum hérna uppslón diffrað eftir rótina mínus lambda sinnum e, a sinnum e í rótina mínus lambda sinnum t mínus b sinnum rótina mínus lambda sinnum e í mínus rótina mínus lambda sinnum t og við setjum 0 inn í þetta fall og þá vitum við að fá út 0. Þannig að ég fæ sér a sinnum rótina mínus lambda sinnum e í 0 það er 1 mínus b sinnum rótina mínus lambda sinnum e í 0 það er 1 er 0. Og út úr þessu fæ ég að a hlýtur að vera rétt og b. Það er einu möguleikum, a mínus b að vera 0. Rótin af lambda vitum við er ekki 0, þannig að við getum tekið það út fyrir sviga. Nú, úr því að a er eftir b, þá fáum við úr efri jöfnunum minn hérna að ég sé með a sinnum e í rótin af mínus lambda sinnum L pluss e í mínus rótin af mínus lambda sinnum L. Og þetta á að vera 0. Við sjáum að svíinn hér er ekki að fara að vera 0 vegna sem þetta er ekki sama talan hérna, þannig að við hljótum að hafa a er eftir 0. Nú er a er 0 og a er að sama b, þá er b líka eftir 0. Þannig að það er lausnin hér, eina lausnin hér, er uppslón af t, er 0. Þannig að það var ekki mikið spennandi. Þá bregðum við okkur í tilfellið lambda er jafnt á 0. Nú ef lambda er jafnt á 0, þá er lausnin mín uppslón af t er jafnt og, það er hérna a sinnum e í rótina mínus lambda sinnum t pluss b sinnum e í rótina mínus lambda sinnum t. En lambda er 0, þannig að þetta er bara 0 veldi hérna, fyrir ekki hérna að vera t. Þannig að a pluss bt er lausnin minn. Ok, nú kemur í jaðarskilyrðum að uppslón af L að vera 0. Þannig að það er a pluss b sinnum L er eftir 0. Og en það er fullkomlega opið hvað a og b geta verið, þannig að ég skoða frekar hérna uppslón diffrað í 0 á að vera 0. Og hvað fæ ég við diffra uppslón hérna? Þá fæ ég b. Það stýðir sem sagt að b á að vera eftir 0. Nú, ok, þannig að í efri jöfnunum minn stendur bara a er eftir 0. Þannig að lausnin í þessu tilfelli er aftur uppslón er eftir 0. Ekkert spennandi gerast. Skoðum þá tilfellið uppslón lambda er stærri en 0. Þá er hérna x-ið mitt var munið pluss mínus rótin af mínus lambda. Þá er þetta sem sagt pluss mínus rótin af mínus 1 sinnum rótin af lambda, lambda er eitthvað plústala. Þetta er pluss eða mínus rótin af lambda sinnum e, þetta er tvinntala. Og í þessu tilfelli þá er lausnin uppslón af t eftir e í 0 t vegna þess að raunhlutininn er 0 sinnum einhver fasti sinnum kósinus af rótin af lambda sinnum t pluss einhver fasti sinnum sínus af rótin af lambda sinnum t. Sér svona. Okay, við skulum finna hvað a og b verið í þessari jöfnu. Við byrjum á uppslón af
L er 0. Eða byrjum bara á seinna skilyrðinu. Segjum, ok, ég þarf að vita hvað uppslan diffrað er. Kósinus diffrað er mínus sinus, ég fæ mínus a rótin af lambda sínus af rótin af lambda t. Ég fæ pluss b rótin af lambda kósinus af rótin af lambda sinum t. Og ef uppslan diffrað er 0 á að vera 0, þá sé ég hérna ég með a sinum 0 pluss b sinum rótin af lambda sinum 1 er 0 og ekki rótin af lambda 0, þannig að b hlýtur að vera eftir 0. Svo er ég með uppslan af l á að vera eftir 0 og ég veit að b er 0, þannig ég sé satt með a sinum kósinus af rótin af lambda sinum l á að vera eftir 0. Ég er með þetta. Og hvenær gerist það? Það gerist þegar þetta hér er oddatala sinum pi deilt með 2. Sem sagt, rótin af lambda sinum l er, hvað ég var að segja, pi deilt með 2 sinum 2k mínus 1, þar sem k er einhver positív tala í pluss eða mínus. Ok, þannig að lambda, ef ég einangra lambda í þessari jöfnu, þá fæ ég pi í öðru sinum 2k mínus 1 í öðru deilt með 4l í öðru, sem svona. Og lausninar eru, já, við erum búin að ákveða að lausnin væri þetta hér, en b væri 0, þessi er átt og þetta hér gefur okkur lausnina. Þannig að lausnin er uppslan af t er jafnt og einhver fasti, og já, það eru k mismunandi lausnir, þannig að lausnir uppslan k er einhver fasti að k sinum kósinus af rótin af lambda, sem er þá pi sinum 2k mínus 1 deilt með 2l sinnum t. Og þá er þetta jaðargildisverkefni sigrað.